Ok, sko, erindi mitt heitir Nám og sköpun, 2 nátengd hugtök og afleiðingar þess fyrir kennslu. Það gerðist fyrir svona nokkrum árum síðan að ég fór að datt inn í það að lesa sköpun og það sem að sló mig var að mér fannst ég vera að lesa ofboðslega svipaða hlut og ég var að lesa í nám, þannig ég fór að skoða það betur. Og í raun og veru þá mætti má segja að þessi mynd hérna hafi svona kannski truflað mig svolítið í sambandi við það hvernig við tölum nám og þessar pælingar sköpun kveiktu opnuðu svona nýja víddir fyrir mér hvað það snertir. Og hver vandinn, hvað málið? Sko, ég held að umræða okkar nám og menntun og fræðslu sé úrelt. Skulum segja orðræðan, orðin sem við notum. Við tölum gjarnan með myndum og orðum sem tengjast miðlun og móttöku. Nemendur mínir segja gjarnan við mig þegar koma í að læra að vera kennari, ég ætla að vera kennari til að miðla af þekkingu minni. Og svo kollega mínir og ráðherrar og hinir og þessir tala að fólk sé að sækja sér menntun. Eins og geti farið eitthvað og bara sett menntun í poka og komið með hana svo aftur tilbaka. Þessi þarna, hvað heitir það, svona orðtak gefur til kynna svolítið sérstakt viðhorf til náms og eins og við segjum, orð eru til alls fyrst, þannig að það hvernig við tölum hlutinn hlýtur að móta það hvernig við framkvæmum hann. Og miðlun á mótilið leiðir að sjálfsögðu til ákveðins passívitet hjá nemendum og til þess að við skipuleggjum fræðslu atburði þannig að þetta snýst að miðla eins og akkurat við erum að gera núna. Þannig að ég svolítið hræddur að við séum að svindla á nemendum vegna þess að nám og það sem sérstaklega fullorðið fólk þarf á að halda, það að vinna með námsinnihaldið og skiptast á skoðunum og ná þannig í samvinnunni að vinna saman og ég ætla að rökstyðja það fyrir ykkur hérna. En sem sagt, bara til að koma með niðurstöðuna strax, að lausnin, ég sé fyrir mér að lausnin sé fólgin í því að við tölum öðruvísi nám fullorðinna vegna þess að það sem við vitum nám að nám eitthvað sem fólk gerir, ekki eitthvað sem kemur fyrir það. Þannig að ef við skoðum allar kenningarnar alveg seinustu 100 árin, þá ganga þær fyrst og fremst út á það að nota orð sem tengjast sköpun, að byggja, smíða, túlka, það það sem í gangi þegar við lærum. Þannig að ég held að orðræða sem lýsir námi fullorðinna sem skapandi ferli og ef við notum slík orð oftar, að þá myndum við breyta framkvæmdinni og í raun og veru vera að sinna fullorðnum betur. Og nú ætla ég að færa rök fyrir þessu. Eins og ég var að segja rétt áðan, að þá flestar kenningar sem hafa náð einhverju flugi seinustu 100 árin, þær ganga út á það að nám sé skapandi ferli, sé virkt ferli. Og ef við skoðum bara úr rannsóknum nám fullorðinna, að þá sjáum við til dæmis að fullorðnir nota nám og námsatburði bæði meðvitað og ómeðvitað í skapandi tilgangi. Rannsóknir sýna það og pólitíska umræða meira að segja sýnir það að fólk notar nám til þess að takast á við breytingar og áföll í lífinu. Þannig að nám eitthvað sem við gerum til þess að takast á við eitthvað sem að gerast hjá okkur. Og það snýst þá ekki að fá einhverja legókubba inn í hausinn okkur, einhverja þekkingu, heldur það sem gerist þegar við eigum í samskiptum við þessa þekkingu. Og það það sem við tökum eftir að nám sé skapandi mót manneskju við hugmyndir. Spurðu fólk þegar það gengur út á námskeiðu hvað það tekur með sér og þá tekur eftir því að allir að taka sitt hvað með sér. Það enginn að taka það sama út
úr námskeiðinu með sér, heldur það allir að taka ólíka hluti vegna þess að þeir hafa á skapandi hátt tekist á við það sem þeir voru að læra. Nú, rannsóknir á áhugahvöt fullorðinna til náms, þær sýna þetta líka. Ég nefni Malcolm Knowles eins og Hanna, fullorðnir læra til að takast á við núverandi þarfir og þeir eru að takast á við, þeir þurfa að læra eitthvað til þess að vinna með það sem þeir eru að gera nú, hér og nú og oft eru svörin ekkert endilega til í einhverjum kennslubókum. Og þetta að nám fullorðinna oft iðulega tengt hagnýtum áskorunum og ein af stóru kenningunum í fullorðinsfræðslunni frá kenningin víkka nám frá Yrje Engström, hans kenning og hans rannsóknir lýsa vinnustöðum þar sem fólk að takast á við erfið mál og það að búa til niðurstöðuna saman. Þannig að námið er ekki það að taka við einhverjum þekkingu heldur að búa hana til. Ef við bökkum aðeins og svona fáum okkur svolítið stóra mynd af það sem við vitum nám, að þá getum við sagt, þá hjálpar Piaget okkur mjög vel og það sem ég að styðjast við hérna er frá Illeris, þar sem hann túlkar Piaget í gegnum annan danskan menntunarfræðing sem hét Nissin. En þið getur bara flett upp í Piaget líka og Piaget talaði uppsöfnun, einföldustu tegund af námi, þar sem við bara söfnum saman nýjum upplýsingum, eins og þetta fiskur og þetta köttur og þetta hundur og svo framvegis. Og svo samlögun, að þá maður að bæta við, það eru til nokkra tegundir af köttum, það eru til ljón og það eru til heimiliskettir og svo framvegis. Og svo kemur aðhæfing, þar sem að við þurfum að laga það sem við vissum fyrir að nýju upplýsingunum. Þetta voru 3 tegundir nám sem að flestu töluðu alla seinustu öld, en Illeris vill bæta við 4. sem hann kallar umbreytingu, sem sagt transformative learning, og hann setur þann stimpil á svona kenningar eins og víkkanám hjá Yrje Engström, umbreytandi nám, transformative learning frá Mezirow og nám í breytingum frá Peter Allheit í Þýskalandi og svo bætti ég við Etienne Wengers starfssamfélög vegna þess að þarna eins og Carl Rogers talaði í byrjun miðja seinustu öld að nám og merkingabært nám snýst að endurraða skipulagningu sjálfsins. Þannig að þetta svona kannski hærra form náms og það það sem ég að nota og þessar kenningar ég að nota til þess að skoða, bera þessar kenningar saman við kenningar sköpun og bara til þess að þið standi aðeins betur í þessu þá með 4 vinnjettur. Hérna eru vinir mínir Hrafnhildur og Böðvar, þau hafa búin á barni og eins og þið vitið, það eru fáir námsfúsir og verðandi foreldrar og í dag það þannig að þau hafa ekkert endilega svo mikla reynslu og þekkingu eins og við sem erum mínum aldri, við ólumst upp með að ala upp börn, systkin okkar. En margt ungt fólk í dag hefur ekki sömu þekkingu, þannig að þau eru að læra eitthvað nýtt, þau eru að bæta við nýrri þekkingu. Á meðan þarna Páll, sem smiður og ætlar að verða meistari, hann að bæta við, þannig að það samlögun. Og svo hérna Hjalti og Guðrún, sem eru orðin eftir ein í hreiðrinu sínu og börnin farin að heiman, þau þurfa að aflæra ýmislegt hvernig þau voru saman sem hjón, á meðan börnin voru og bæta við einhverju nýju. Og svo hérna mynd af nemendum mínum sem gæti alveg verið bara kennara við einhvern skóla og þau þurfa að aðlaga sína starfsemi að nýrri námskrá og pæla sig í gegnum það. Og það enginn sem hefur gert það áður. Þannig að þarna þær eru að læra nýja hluti, þó þau þurfa að læra nýju námskrána, þá þurfa að laga þetta að þeirra skóla, þeirra pólitík, þeirra stefnu. Og það algjörlega nýtt. Og það enginn sem getur sagt hvernig það gert.
Þannig að þetta þessar 4 tegundir af námi og ég kannski helst að skoða þetta svokallað umbreytinganám og þar þessir sem sagt 4 fræðimenn, Alhide, Mezirow, Engström og Wenger sem ég skoða sérstaklega. Og hérna þeir aftur. Þannig að við skoðum núna smá skilgreiningu á námi, köfum aðeins dýpra í þetta, að þá segir Mezirow að nám sé ferli sem snýst að túlka og tileinkja sér nýja eða endurskoða túlkun á tiltekinni reynslu og merkingu. Þannig að áhrifin merkingarna hún hefur áhrif á meðvitund og tilfinningar og athafnir. Þannig að þarna fólk að endurtúlka í raun og veru líf sitt og reynslu og þarna hann byggir þessa kenningu sína á í raun og veru rannsóknum á fólki sem fór í háskólanám og fullorðinsárum og þá tók eftir hvernig það breyttist. Wenger, hann skilgreinir nám aðeins öðruvísi og notar hugtakið starfssamfélög sem ákveður sjónarhorn á nám og það sjónarhorn staðsetur námið ekki í huga einstaklingsins, heldur í bilinu sambandi milli einstaklingsins og heimsins. Þar sem hópur fólks er að takast á við starfið sitt og þarna hið félagslega og einstaklingurinn það mætist, þannig að verður merkingabært nám í félagslegu samhengi krefst þessa samspils. Við erum ekki að læra ein og sér út í horni með einhverja bók, við erum að læra með því að takast á við praxísin okkar í samtali við kollega okkar og þannig verður til eitthvað nýtt. Og það sama, svo mjög svipað í gangi hjá hvernig Engström lýsir námi, vikkanám sögulega ný tegund nám, segir hann, sem kemur fram þegar fólk glímir saman við breytingar sem fer í sig þróun og þroska í starfsemi. Þannig að nýjustu kenningar, frá svona 1991 og til dagsins í dag, eru að skoða nám sem eitthvað sem að gerist á milli fólks en ekki bara hjá einum einstaklingi. Og ef við komum aðeins dýpra, hvað er í gangi, ég ætla að taka eitt dæmi, þetta er aðeins að skoða með Mezirow og þar tölum við að kenningin umbreytandi nám lýsir námsferlum sem geta farið fram bæði með ásetningi eða án fyrirætlunar, en svo sem sagt, þú lendir í einhverju, en svo þarftu meðvitað að fara að vinna með þetta og endurmeta hugsunarmunsturinn og tileinka þér nýja hluti. Gömlu hlutirnir ganga ekki lengur. Þannig að umbreytandi nám er hluti af lífi fullorðinna og byggir á sálfræðilegum og hagnýtum forsendum sem tengjast beint þróunarferli þeirra. Þannig að stundum getum við sagt að kannski munurinn á námi fullorðinna og barna er að börn eru einmitt mjög mikið að bæta við sig þekkingu og reynslu á meðan fullorðnir eru að endurmeta það. Og hann setur upp svona ferli sem er lítið þá svona sirka svona út að það er gagnrýnin ígrundun. Þú lendir í einhverju og þá fer að ígrunda á gagnrýninhátt reynslu þína. Þú verður að endurmetja hugsunarvenjur þínar og svo þarftu að leita nýjum möguleikum, tekur ákvörðun að breyta sjónarhorninu og þannig opnast ný sjónarhorn og þú skapar nýjar venjur. Er þetta eitthvað líkt miðlun og móttöku? Þetta er allt annað, það er allt annað í gangi, þetta er miklu meira líkt því að skapa. Og þess vegna kemur hérna sjónarhorn sköpunarinnar og þá er hægt að tala einhverja svona skilgreiningar og þá byrjum við svona á þeim fyrstu þekktustu skilgreiningu frá Stein frá 1953 þar sem skapandi verk, segir hann, er nýtt verk sem er samþykkt af tilteknum hópi sem haldbært, notast og fullnægjandi. Þetta er nýtt og það er einhver hópur sem samþykkir það og hann segir þetta er gagnlegt. Og Csikszentmihalyi, hann er með kenningu sem heitir svona, kerfiskenningum nám, er alveg á sama
sömu svæðum, sko. Sköpun er sérhver athöfn, hugmynd eða verk sem breytir tilteknu sviði eða umbreytir núverandi sviði í annað eða nýtt svið. Og það er sem sagt breytingin og eitthvað nýtt og það er aftur á móti mikilvægt að muna og það er það sem kom fram á fyrir framan líka, að þetta breytist ekki nema með óbeinu eða yfirlýstu samþykki þeirra sem bera ábyrgð á þessu sviði. Sawyer sem er þarna nemandi Csikszentmihalyi, en hann fór að skoða ennþá meira þetta félagslega. Hann segir sköpun er myndunverk sem af félagshópi sem það er nýtt í þessi 50-60 ár, þá eru þessar þrjár skilgreiningar eru glettilega líkar og þarna, en samt sem að getur sagt að það voru þrjár bylgjur rannsókna sem ég ætla ekki að fara mikið inn í, bara hérna þrjár myndir, menn byrjuðu á því að skoða skapandi einstaklinga, þegar við vorum svo uppteknir af þeim, fannst þeir vera merkilegir. Svo fóru menn að velta fyrir sig býtu hvað er áhugavert í sambandi við ferli, hvernig virka skapandi ferli. En í undanfarið þá hafa menn verið meira að skoða skapandi hópa og séð að sköpun er í raun og veru alltaf félagslegt fyrirbæri. Og þar eru þessir þrír, svona finnst mér áhugaverðastir, Keith Sawyer, Csikszentmihalyi og ungur maður sem fer geist núna sem heitir Vlad Petri Glavinov og það sem hann bætir við er svona félagsmenningaleg kenning, þannig að hann talar mikið hvernig menningin hefur áhrif á sem sagt, hún er líka hluti af. Við erum staðsett í menningu, við erum staðsett í hóp og við erum líka staðsett með okkur sjálfum, allt þetta þrennt spila saman. Komum aðeins dýpra þar. Hann segir sköpun er í eðli sínu háð samböndum. Skapandi lausn verður til í gegnum bein eða óbein tengsl eða samskipti milli einstaklings eða skapandi hóps og aðra. Og til þess að búa til eitthvað nýtt og gagnlegt þarf stöðugt samtal milli hins gamla og hins nýja, milli fólks, menningar og þess sem það verða til. Þannig sjáið og tökum þá þetta og höldum aðeins áfram með þetta. Skapandi ferli lítur þá svona út. Þú þurft að vera heima einhverju tilteknu sviði, vita mikið það, svo þarf að leyfa nýrri fyrri þekkingu, þessu gamla svo veist, að mæta einhverju nýju, svo þarf að skapa nýjar merkingabærar lausnir, þróa lausnina og meta hvort hún sé gagnleg. Þetta er svona menn flestir sammála um svona lítið skapandi ferli út. Og nú er ég að ljúka þessu. Hér ef við skoðum námsferlið áðan, transformative learning og skapandi ferli, þá sjáum við að í númer 1 þá er eitthvað nýtt gamalt ástand sem við þekkjum og svo kemur gagnrýnin í grundun eða að leyfa fyrri þekking að mæta nýju. Þannig það er eitthvað nýtt, það verður eitthvað mót milli nýrra hugmynda og þá þurfum við að endurmeta það eða skapa nýjar merkingabærar lausnir. Og 4, við þurfum að leita nýjum möguleikum, við þurfum að læra og í skapandi ferli þurfum við að þróa lausnina. Og 5, ákvörðun að breyta sjónarhorni og 5 hjá skapandi er að prófa lausnina og svo verður til ný sjónarhorn eða við metum hvort lausnin sé gagnleg. Þetta er svona ein leið til að sýna kannski að nám sé mjög svipað þarna sköpun. Og þá er spurning mín, hvað þýðir þetta? Og ég held ég er að vona að það með því að tala nám og sköpun á svipaðan hátt, að þá getum við komist upp úr þessu fari sem við einhvern veginn hunsað. 100 ára rannsóknir og kenningasmíði nám og menntun og að það sem þannig að við getum farið að tala nám eins og það er sem skapandi ferli og bjóða fullorðnum þannig upp á og þegar við tölum það svoleiðis þá breytir það líka praxisnum hjá okkur. Við pössum upp á að bjóða fullorðnu fólki þegar við erum að kenna því upp á tækifæri og stuðning við að mæta á skapandi hátt
hugmyndum og tengja við þær og tengja við aðstæður sínar og þarna líka að námsatburðir myndu þjálfa leikni þátttakandi í aðferðir sem gera þeim kleift að takast á við óvæntar hnattrænar aðstæður. Þannig að við erum að tala að bæði sem sagt gefum við tækifæri til að vinna á skapandi hátt með innihaldið og við þjálfumst í slíkum vinnubrögðum. Þannig að við hættum að tala að miðla og taka við og förum að tala að skapa. Og þetta svona það sem mitt point hér í dag.